Já, ég ætla að fjalla sjálfbærni í leikskólastarfi og við vorum að segja hérna, hugtakið er svolítið stórt og mikið og við höfum fundið einmitt að fólk spyr hvað er þetta? Hvað er þetta sjálfbærni? Hvað felur þetta eiginlega í sér? Þannig að við höfum svona ákveðið að við finnum að við höfum unnið með sjálfbærni lengi þó við ekki nota þetta hugtak. Að við viljum svona auðvelda fyrir okkur í huganum og þannig að hugtakið sjálfbærni felur í sér að við skilum af okkur jörðinni í ekki lakara ástandi en við tókum við henni. Þannig að við höfum verið að leggja mikla áherslu á umhverfismál undanfarin ár og byrjuðum á því 2009 að leggja svona grunn að því að fá grænfánan. En grænfáninn er alþjóðlegt verkefni til að auka umhverfismennt og styrkja umhverfisstefnu í skólum og það þarf að uppfylla 7 skref sem skilyrði til þess að fá grænfánan og svo þarf alltaf að halda áfram að bæta. Þú færð hann ekki bara og ert svo með grænfánan þar sem eftir er, heldur þarf að bæta við þig smám saman og við fengum sem sagt grænfánan 2010 og svo var hann endurnýjaður 2012 og svona helsta breytingin hjá okkur 2012 þar sem við bættum við, þá var að setja inn taubleiur á yngstu deildina þannig að það er ekki lengur allar þessar bleiur í ruslið og svo vorum við með saumaðar fjölnota skóhlífar fyrir gesti, þannig að það er ekki plast sem fer í rusli þar. Og eitt af þessum 7 skrefum er að setja sér umhverfissáttmála og okkar sáttmáli hljómar þannig, við viljum að börnin læra að njóta náttúrunnar árið um kring, þekki sitt nánasta umhverfi, beri virðingu fyrir lífríkinu og gangi vel Við förum vel með náttúruauðlindirnar, spörum orku, flokkum úrgang og endurnýtum það sem hægt er. Þegar verkefni hófst voru 3 svartir ruslagámar fyrir utan leikskóla. Nú er 1 svartur, 1 grænn og svo lífrænn gámur, eða svona tunna lífrænn. Þannig að það hefur breyst gríðarlega mikið. Leiðirnar á markmiðunum, það er náttúrulega að nýta bara allt sem við getum, til dæmis til sköpunar, endurvinna allt sem við getum og flokka, gæta þess að slökkva á rafmagnstækjum þau eru ekki notkun og ljósin, gæta þess að láta vatnið ekki renna of lengi. Einum svona fundi þá voru spurt hvernig getum við minnkað ruslið? Við getum búið til eitthvað annað á ruslinu. Nú það er mjög mikið farið í vettvangsferðir og þar eru fuglar og gróður sem fylgjast svona með hringrás náttúrunnar. Það eru berin í lok sumars sem við getum tínt og borðað og svo eru grænjaxlarnir árið á eftir og þetta er alveg ótrúlega skemmtilega ferðir og reynum að fara einu sinni í viku og alveg í svona 2 klukkutíma og þau taka ýmislegt með sér heim úr þessum ferðum líka sem er svo kannski unnið með áfram annaðhvort berin eða eitthvað rusl sem finnst sem er hægt að gera eitthvað nýtt úr. Við ræktum sumarblóm alltaf á hverju vori og þá fylgjast þau með fræinu sínu í sínu boxi, hvernig það vex og dafnar í. Það þarf að fá birtu og það þarf að fá vatn og góða mold sem kemur út að við erum með svangamanga, lífræna, moldan. Í garðinum eru líka rifsbyrjarunnar og sólbyrjarunnar en þeir eru svo nýir að það er ekki farið að koma neitt ennþá. Og við höfum sett líka kartöflur í ræktunarpoka í garðinum svona fyrir þessi sem kannski ná ekki alveg að labba alla leið í skólagarðana. Og þau taka þátt í að segja hvernig veðrið er, hvernig eigum við að klæða okkur. Við förum út í glugga og skoðum þetta á könnum og þannig að þau eru veðurfræðingar. Það er kannski ekki endilega málið að kaupa bara alltaf nýtt. Að nýta það sem er til og fara vel með, það skiptir máli. Og þetta er nýtt en ekki níska. Sem við erum að tala um. Við erum að tala um að nýta hlutina. Já, og líka þetta taka svona ábyrgð umhverfið sína því þau voru svo óánægð með svo mikið hundaskítur niðri á göngustígnum við sjóinn að þau teiknuðu myndir og fengu að setja það í búðaglugga á hafnokkurna til að minna á og svo fóru þau og ræddu þetta, ég held að það rætt á bæjarstjórn, einhvern er á bæ líka. Sjálfbærni er endurnýting. Virðing fyrir lífinu og náttúrunni. Fyrsta sem kemur upp í huga mér í sambandi við sjálfbærni er hringrás. Hverfismenn.